Velkomin, Sævar. Takk. Takk fyrir að koma. Það var lítið. Hvað segirðu gott? Ég segi bara 75% gott. Já, kemur vel undan sumri. Já, það eru búin að vera nokkuð sóldagar Já, þessu ári. já, Þannig að það er búið að vera gett. það alltaf ræsandi. Hvað geturðu sagt mér, hvað ertu gamall? 40 í næsta mánuði. Já, lítur ekki út úr það. Nei, Eldist vel. takk fyrir það. Já, mér langaði svo, þú veist, ég er svo forvitin með söguna þína. Þú ert búin að eiga rosa viðburðaríka ævi, Já, er það ekki? jú, svo skilst mér. Já, og hvað hvernig byrjaði þetta? Hvaðan kemurðu? Hvað ertu alinu? Herri, ég er alin upp á Selfossi. Já, Mamma mín og pappi kynnast í Danmörku. Pappi er Tamili, já, Indveri. já, Og mamma var eitthvað að skólastelpast á einhverju reiðhjóli í Kaupmannahöfn. Þannig að þau kynnast þar. Pappi var sendur í nám frá Indlandi já, að læra verkfræði og þau klestu á hvort annað þannig að einhvers staðar. ó, sætt. Já, Mm, eða svona, hér er ég. já, og byrjuðu saman í Kaupmannahöfn Já, og fluttu svo á Selfoss. nei, þau fóru til Indlands Já, og já, þar var ég getinn og Já. svo fættist ég í Danmörku, fór aftur til Indlands, 1-2 ár þar, Íslands í 1 ár, systir mér fæðist, aftur út til Indlands 2 ár og svo skilnaður með kalli og mitt peð fyrir já. alla. Eru þið bara 2 systkinin? Ég á eina hálfsystur, já, Já, og svo ég 2 hálfsystur eða 3 hálfsystur, já, 2 hérna heima og eina út í Danmörku. já. Ok, þannig að þú ert bara systur. Já, bý að því ríkdæmi. Já, og hvenær fluttiru, segiru, hingað? Til Reykjavíkur. Já, eða þú veist bara til Íslands, alveg. Til Íslands þá hefur verið svona 3-4 Já. þeim tíma. Og þá voru þau skilin, eða? Já, þau skilja fljótlega eftir að koma til Íslands í síðasta skipti. Mm. Að ætli hafi ekki verið svona 3,5 á þeim tíma. Flutti þá pappiðin út, eða? Já, hann flutti út, ekki til útlanda, Nei. en hann flutti til Reykjavíkur og svo flutti hann út, hann egnaði systur mína með danskri konu Já, og hún var með svona fæðingagalla, þú veist, smá heila skemmt já, og svo var hún með bæklun og útlim líka. Þannig að hún svona þurfti mikla aðlýningu á þeim tíma og hann ákvað að flytja út með henni og líka held ég hafi bara liðið betur í Danmörku yfir höfuð já, eftir að hafa verið hérna sem einhver bikasvartur indari 1994 á einhverju bifvélavestaði á Selfossi, Já. skítkalt allan daginn. já. Þannig að ég held að það var aðeins að hart fyrir hann. Var hann verkfræðingur, sér það? Já, engineer. Já, Já. þannig að það hefur ekki verið kannski alveg draumadjobbið að vera að vinna á verkstæði, eða? Nei, ég held líka bara að kultúral munurinn hafi bara verið svakalegur. Sko. Já. Er hann, hvað? Hann er kristinn eða var kaþóliki, hann dó 2023, Já, það heilablóðfall. samsýkist. Já, takk fyrir það. Varstu í einhverju sambandi við hann eftir að? Já, við höfum alltaf verið í sambandi í gegnum æfina. Já, og og hvernig var svo þegar þú byrjaðir í grunnskóla og svona, hvernig barn varstu? Ég, hef aldrei hugsað mig sem að vera á einhvern ákveðin hátt, en svona ef maður styðst við svona hvernig samfélagslíkingar ég held ég hafa verið mjög rólegur bara allavega sem unga barn, svona stóist unga barn, framan af skilst mér.
svo aftur á móti en svo bara klassist í samfélagin okkar, þú veist, tabúið sem enginn talar undir blikkskiltunum á Suðurlandsbrautinni að þá var bara náttúrulega mikið af sálfræðilegum vandamálum sem að einkenna samfélagin okkar sem að já, allir því að heimilið var með einhver svona ákveðna dýnamík eða umhverfi og skólar og kerfi og slikt sko sem maður reynir að finna sér inn í eða mótast eftir eða atburðarásir eða annað slikt þannig að hvort að maður hafi verið á einhvern ákveðin hátt þú veist, að móta með sér einhver treit þú veist, mér snemma en þau treit þú veist, eru náttúrulega kannski bara eins og þú veist, leita skalinn sko þú veist, ef maður reynir að muna eftir sér sem barn sko on the good side að ég upplifi svona góða minningar annað, ég var mjög upptekinn af legokuppum, þú veist, mér snemma að talaði 3 tungumál og fleiri í raun og veru sem ég kynnist mjög ungur, þú veist, mamma og pappa töluðu saman á dönsku, pappa talaði á ensku, mamma talaði á íslensku og svo byggum við út á Indlandi þannig að maður var að heyra tungumálinn þar og greinlegt svona frá föður mínum svona áhuga á strúktúr og vissulæsa hluti í huganum og fara að byggja kastala og veist, það var svona þannig og lesa þá svona obsession las bara allan daginn sem barn í 10 árið en á hinbóðin þá átti ég mjög svona erfitt með að já, kannski með svona ríka réttlætiskend við morðað þannig, ég veit að tamilar náttúrulega eins og tamiltýrarnir svona uppreisna menn þú veist, og það svona blundaði þú veist, í mér að ég var ekkit endilega til að fara í skólan því að mér fannst bara ekki mega sens að læra dönsku og ég kunna hana og þessi tími, mér langaði að vera út í fótbolta því að þú veist, þú vil ekki fara í skólan eitthvað á honum, það er að gefa honum pillur og var eitthvað, þú veist, okkur vilti ekki fara í skólan, þú veist, ég er 6 ára þú veist, það er einhverja betra ástæði en það þannig að það voru kannski svona mín sterkustu treit til að byrja með svona ákveðin intellectual forvitni og svo hins vegar einhvers konar mjög rík sjálfstæðisþörf svona, já. Gekk þið vel í skólanum svona þegar þú lærðir og þú veist, varstu sko skólagangan mín var í raun og voru bara non-existent svona upp úr 4. bekk það sem ég man úr skólanum var bara að læra að lesa þú veist, og læri starffræðina og bara gekk allt mjög venjulega og bara náði allum prófum allt svona en svo eftir það þá varð skólaumhverfið bara hreinlega of oppressive fyrir mig til þess að ég gæti í raun og veru fungerað inn í því sem og kannski heimilisaðstæðar mínar voru of streituvaldandi til þess að mæta svo aftur í skóla sem að er 8 klukkutímar á dag af því að hugsa eitthvað sem einhver segir hvað þú átt að hugsa, hvenær þú átt að hugsa, hvernig þú átt að hugsa frá því að vakna á morgnana þá til 4 daginn og svo líka þá kemur heim í skólanum og ég upplifði það í raun og veru þó ég skilji að sjálfsögðu skóla og mikilvægi þess að vera að rækta meðferð upplýsinga inn í höfðun á börnum að svo kemur líka á umhverfið það sem að það var mjög svona strangt trúarlegt uppeldi í raun og veru eða tilraun til þess og það sem að það tegir sér líka inn í eins og hvaða hugmyndir þú átt að hafa heiminn þú veist, eða hverju þú átt að trúa eða mjög sterk ethics og rök á bakviða þú veist, af hverju er að klæða þig svona eða vera svona eða haga þér svona eða hvað eðli sannleikans er í samfélagi og samskiptum og Guð og djöfla og bara í raun og veru allar hugmyndir sem að við koma því að vera lifandi sál á plánetu og það var bara eitthvað sem ég fann mig ekki alveg í að mega ekki hugsa frjálst það var bara svona svo að vera að kafna sko. Og hefur þannig alltaf verið svolítið þannig, þú veist, þú hefur þurft að fá ástæðu fyrir því af hverju á ég að vera eins og allir segja mér að ég að vera.
Jú, eða gera, þú veist, að fyrir mig þá alltaf snúist bara það meikar sense, sem kallaði common sense, þú veist, en ef það meikar ekki sense að gera eitthvað, þú veist, af hverju ætti maður þá að gera, eða þú veist, það stríði bara svona gegn, ekki það ekki einhver uppreisnar andi, það bara, þú veist, ef það stríðir gegn því hvernig þú upplifir lífið, að þá náttúrulega svolítið erfitt að vera bara, ok, ég skal samt. Þú veist, það svona ákveðin svik alltaf við sjálfan sig, sko. Já. Og þú talar ástandi heima, var eitthvað erfitt heima fyrir á grunnskóla árunum? Já, eða þú veist, ég veit ekki alveg hvort að ég sé með eitthvað að skýra mynd það hvað sé eðlilegt og hvað sé ekki eðlilegt. Og kannski sálfræðileg pathology eða vandamál í fjölskyldum sem eru titlar sem eðlilegar gætu kannski bara verið allt öðruvísi eða á allt öðruvísi level eða verið að birtast í kannski ennþá afkarulegri, sálfræðilegri afbökun á einhverjum hlutum sem að fer kannski meira framhjæðar heldur hlutinir sem voru að gerast inn á mínu heimili. En ég myndi kannski ekki segja að það hafi verið kjör umhverfi fyrir barn að þroskast í. Að hvað leiti þá finnst þér, þú veist, var eitthvað drykkja eða einhver óregla eða eitthvað svoleiðis á heimilinu? Ég meina, ég held að en general að þá sé bara drykkja til dæmis mjög útbreidd á Íslandi, hún samfélagslega samþykkt, einhver ákveðnu magni, að vera að intoxicata sig á einum hættulegasta vímugjafa sem að til þó sé bara einu sinni í viku, þú veist, hefur alveg ótrúlega áhrif á consciousness yfir einhver tíma. Sumu fólki tekst að halda þessu í einhverju jafnvægi þannig að það líti út fyrir að vera samfélagslega samþykkt. Það að taka þátt í kapitalískum fyrirtækjum eða, þú veist, mæta í einhver boð og fylgja einhverjum ákveðnum samfélagslegum reglum. En ég veit ekki hvort að það sé eitthvað ekki að kúla að einhverjir gaurar eigi milljarða fyrir að gera nú ekki neitt eða hafa komið úr ykkur fjölskyldu eða hvar mörkin liggja á því, sko. En á minni fjölskyldu að þá má segja að svona samfélagslega vandamál hafi kannski hrannast á herðar fólk sem hafi ekki tækifæri til þess að tækifæri til þess að vinna úr þeim eða vita í raun og veru svona hvað að koma fyrir þau að einhverju leyti, sko, sem að bergmálar að sjálfsögðu áfram niður í mína kynslóð og ég held að ég sé ekki einsdæmið það. Af því sögðu að þá að sjálfsögðu eru alls konar events sem að myndu kannski demonstrata sérstaklega hversu alvarlegt ástandið en það sem erfitt við að tala svoleiðis hluti í nútíma samfélagi persónugerving þessara vandamála, þú veist, geðsjúkdómar spretta upp í fátækt, þú veist, ofbeldishegðun sprettur upp þegar fólk sett í stöður eins og í Afríku og Indlandi, það sem að þarf að vera að berjast fyrir lífið sinni eins og rottur, þú veist, og já, þannig að það voru, þú veist, það var að drykkja svona fyrstu árin, það sem verið að self-medicata sig, þú veist, og það fer úr böndunum og það voru alls konar hlutir sem maður sá, þú veist, sem voru skrýtnir fyrir lítið barn að sjá, þú veist, koma kannski 30 ára labbandi inn í stofu og mamma henni með risastórt glóðurja og stjúpiðin líka og það bjór út allt og sígarettustöpar út allt og maður svona fréttir að bíllinn sé út í á og svo maður eitthvað svona að púsla þessu fer eitthvað aftur inn í herbyggi sitt í lek og fer svona eitthvað að púsla þessu saman með hvað sé að gerast, sko. Þannig að maður byrjaði kannski mjög snemma að observa pathológiskar aðstæður og já, þú veist, svo verða allir retrú og svo tekum við eitthvað annað, þú veist, vottar Jehóva sem að það var á sínum tíma, þú veist, trú og samfélag sem að fjölskyldan fór inn í á þeim tíma, þar sem er svo algjörlega önnur svona dýnamík sem að mörguleiti ég hefði ekki valið mér að vera þar, sko. Nei. Getum orðað þannig. Þannig að þið fóruð inn í það
bara sem fjölskylda bara gengust til? Já, eða Já. mamma fyrir inn í það að koma einhverju boðberar fagnaðar erindisins Já. og segja henni sannleikann og hún bara fullið samfæringu að svo sé og eftir það þá var það einhver svona trúarrammi sem að við áttum að lifa inn í. Og hvað varstu gamall á þessum tíma, svona cirka? Ætli hafi ekki verið 4, 5, 6, þetta svona, tekur svona einhver tíma hana. Þannig að þú hefur verið bara, já, ok, mamma segir að þetta sé rétt og varstu þá bara... Nei. Þú hefur verið bara að efast það, manst eftir því. Ég veit ekki eins og hvort ég hugsaði það djúft, sko. Það var oft bara tilfinning, ég bara nefndi ekki að vera þarna að hlusta á það. Það bara tengdi ekki við þetta. Þannig voru þið 2 systkinin? Já, rund 2. Systir mín 2 árum yngri en ég. Og eru þau ennþá í vottunum með það? Mamma og 2 yngri systir mínar eru í vottunum. Og hvernig fannst þér að alast upp í þessu? Þú hefur væntanlega verið látin mæta þarna með og þú veist. Mér fannst það svona ákveðin huglæg pynting, sko. Það var náttúrulega mjög svona yfirgengilegt að þú vilt ekki taka þátt í einhverju. Þú veist, versus það að vilja taka þátt í einhverju náttúrulega bara 2 mjög mismunandi hlutir. Og ég sem barn hafði ekki áhuga á því að 3 sinnum í viku setjast niður til að lesa kafla úr biblíunni og lesa svo útskýringarefni það hvernig ég átti að skilja það og svo fara að lifa eftir öllum þessum reglum eins og þær voru útskýraðar af þeim sem túlkuðu biblíuna fyrir mína hönd niður í lítil smáatriði eins og klæðnað eða samskipti eða hvað, þú veist, hvar djöfullin mögulega getur leynst í hvaða hotni á hverju stundi, sko. Það var svona eða fara í jakkaföt svo á einhverju samkomur í kjölfarið til þess að flytja einhverja ræður hvernig maður að bera áfram boðskap Jesú Krist sem að þau útskýra að hann sé, þú veist, þetta alveg svona bootcamp í doktrín. Já. Og það átti ekki við mig. Það fólk sem að finnur sig inn í svona mjög vel víruðum trúarkerfum. Já. Sem að veitir þeim öryggi eða veitir þeim einhvers konar grind til þess að ná að geta lífinu sinni gegnum en þegar að það verður oppressive á aðra einstaklinga og hvað þeir vilja hugsa að gera að þá getur það skapað svona violence. Og hvernig var svo þegar þú fórst að vera úlingur og svona, fórstu þá í uppreisn eða? Nei, ekki þannig, sko, að þú veist hvað er uppreist. Bara þú veist að fara þína eigin leiðir og neita að fara á þessar samkomur og... Já, ég gerði það svona uppur 11-12 ára, fór ég bara svona harneita að fara með. Það var mjög mikil átök í kringum það. Og það var að sjálfsögðu mjög mikið ofbeldi inn á heimilinu. En kannski í svona einhverju formati sem að fólk réttlættir að fyrir sjálfu sér að þú veist það eru refsingar við agabrotum á myndum, hegðunagöllum eða hvað það sko sem að stig þeirra refsinga voru kannski ekki í neinu samræmi við glæpina sem að voru myndir, svona þannig dýnamik og já, þú veist það gæti verið út í líkamlega refsingar, andlega refsingar, þú veist, einhvers konar humiliation ritualar eða verið að installa blame eða sekt eða skömm yfir einhverjum ákveðnum hlutum eða framkvæmdum eða hvað maður gerir eða í tengslum við þessi doktrín og svo verða doktrín eða svona hugmyndir mynda sekt barna og ástæði fyrir refsingar oft bara ef að fólk með unconscious og unprocessed trauma, þú veist, það er orðið fyrir ofbeldi, þú veist að þá myndast hatusviðbragð og reiðisviðbragð sem varnarviðbragð og ekki, ef það er ekki inn úr því að þá leitar þetta sér unconsciously leiða inn, þú veist. Þannig að maður er kannski með fólk í kringu sig sem hafa búið að lenda í mikla tráma, skilur ekki hvað er að gerast, það er eitt allan daginn, það er að reyna að stjórna á lífinu, fólkin í kringu sig og því miður þá bara endar það á því að missa tökin á
því hvað er að gera og bara fer yfir einhverja línur sem að maður skilur ekki, eða ég skilja en margir skilja ekki af hverju fólk fer yfir, sko. Það var alveg mjög algengir atburðir, sko. Og já, ég man að ég sko gaf út bók fyrir nokkrum árum þar sem að fjallaði í raun og veru ekkit æskuna mína, var í raun og veru meira bara svona skopstæling á sjálfshjálparbókum og svona konceptart. Og konseptið var það að snúa við hvernig sjálfshjálparbækur væru, þú veist, ég trú ekki á sjálfshjálparbækurna árangri í hverju. Er það að ná árangri því að verða, þú veist, betri á vinnumarkaði til þess að geta búið til meira penning fyrir fólki sem að er nú þegar ríkt. Hvernig mælum við árangur? Er það persónulega, er það hversu mikið við getum setið kjör? Er það hversu góð fólki í kringu þig? Þú veist, hvað er það sem þú ert að reyna að ná í? Og gáði þess að sjálfshjálpar ævi skáldsögu, eins og ég kallaði það sem að ég hælætaði allt það versta sem ég hafði gert í lífinu sem svona ádeilu á ímyndar sálfræði að presenta eitthvað sjálfan sig til þess að fitta inn í að fá betri niðurstöður peningalega eða í virðingu eða einhver svona frá fólkinni í kringu þig sem mikilvægara heldur en það sem að sé satt í raun og veru. Og hún var kölluð hvernig á að rústa lífi sem að vera alveg sama og pælingin er svo að rústa þessum hugmyndum það hvað er sem það átt að vera til þess að vera gjaldgengur samfélagstekn og hvort þetta kontrast á milli þess og vera ekki capable endilega það að vera manneski sem að gera mistök og læra þeim sem að við öll erum í grunninn. Þú veist, fjallar eitthvað skonar ákveð ego-death, þú veist, og bókin er að leika með þessi konsept og hvað er meira ego-death heldur en að skrifa alltaf ljótasta sem þú hefur gert að hugsa og stílfæra það og setja það fram sem sjálfshjálpar sögu og presentation á sjálfu þér. Þannig að það var í raun og veru svona samfélagslegu gjörningur líka, þú veist, og en svo að smygla náttúrulega konseptum ást og hvernig tráma smittast á milli fjölskyldna eða karakter sem er hálfsiðblindur en skilur ekki af hvernig að gera hlutina og gerir allt svo vitlaust að hann uppljómast endanum því hann er búin að gera allt sem er rangt. Þannig að hann skilur allt í henni allt saman. Og þannig að hann getur haft compassion með öllum. Og það var svona tvist á heimspeki og hugmyndafræði og alls konar listrænar pælingar í gangi þar nema að ég skrifaði eina litla svona klausu í byrjunin á bókinni atburðina sem hafði skeð í æskuminni og það var svona eina sem ég myndist á þar og ég sko gaf hana bara út því mér fannst það fallegast sem ég hefði skrifað. Mér finnst svona fallegast að dæmið ritstíl og eitthvað svona var mjög aftengdur samfélaginu og gaf það út og það bara svona sprakk í loft upp og það var mjög athyglisverð reynsla, sko. Hvernig þá? Hvernig sprakk þetta? Bæði þá urðu allir rosalega reiðir. Í fjölskyldunni? Já. Og þeir heldu að sko það væri verið að finna sökudólg. Það væri verið að segja að einhver manneskja væri ívúl og ætti skilið það að samfélagi liti niður á hana sem er kannski funksjón sem er mjög algeng í samfélaginu en ég allavega var of naív á þessum tíma til að halda fólk skildi svona og já, það kom út blaðagreinar og allir fjandinn og verður eitthvað svona public og bókin fór alveg upp og neðan, þú veist, það spáði enginn í hvað maður var að tala og ég man á þessum tíma sko að það var svolítið skrítið sko margir fórustusauður feministar hreyfingar landsins í dag ég fekk svona frá ættingja svona opinbert þöggunarbréf þar sem að var svona 300 lýsingarorð hvernig ég væri rangur sem mannvera og svo endanum hvernig ég ætti skammast mín og svona mjög miklar sögur sem átti að sanna það og svo svona kvittað, þú veist, með svona því ég veit þú getur betur, ég meiri trú, þú veist og maður eitthvað svona ok og svo kom kom allir feminista landsins eitthvað hræðilegt að þú hafir lent í þessu og
að einhver skulle gera þér það að segja frá ofbeldinu sem að lendi í æsku í hálfa blaðsíðu. Og seinna fóru þessir fórustusauður þessara feministarhefinga og stofnuðu málsfrelsissjóð þólenda Já, ok. til þess að safna peningum til þess að verja þólendur í réttarhöldum því að það hallaði svo réttar alltaf mega að segja frá ofbeldinu sem lendi í. Þannig að þetta voru svona mjög athyglisverð samfélagsdynamík og svona, já, hlutir sem maður hefur skoðað. Heldur að þú hefði fengið sömu viðbrögð ef þú væri kona, ef þú hefði sagt frá ofbeldi sem þú voru orðið fyrir sem kona? Já, definitely. Heldur það? Ég held að mikið af konum gerir það, já. Ég veit byltingin í þessum málum verður svo seinna. Þetta er 2014 og MeToo er ekki komið fram þarna sem er svona línan þar sem að það verður, þú mátt ekki lengur segja bara fuck you við einhvern sem er að segja frá ofbeldinu þínu. En fyrir það þá var þetta eitthvað svona sem mátti rífast og eftir það, þú veist að þá hafa konur fengið svona meira, ekki það að ég hugsi mjög mikið um þetta en þetta er það sem ég hef tekið eftir, að konur hafa aðeins meira rými til þess að tjá sig en svo hef ég líka bara í mínu nánast umhverfi séð konur verið að segja frá nauðgunum eða barnaníði, þú veist, mjög alvarlegu dóti og þær lenda í já, bara mjög brútal samfélagseinelti, sko. Þannig að ég held að það sé kynið hafi ekkert endilega, þú veist, það er meira svona eitthvað ákveðin tvískinnungur. Já, þú veist, þessi ímyndar, þú veist, dýnamíkum hverju við viljum vera, þú veist, og hverju við erum að presenta okkur sem, svo hvað við erum að gera kannski í alvörunni. Og þar er svona flóknari dýnamík í gangi sem að ekki fara sálgrein allt þjóðfélagið hérna. En þú fórst svo að gera tónlist. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir því? Ég flutti að heiman 15 og þá ferði maður sig svona yfir úr svona að lesa og skrifa og þá var rappi cool. Já. Þú veist, maður búin að hlusta á Eminem tala þú veist, já, dreitsins hluti, þú veist, að láta að hljóma mig cool og maður fyrir að leika sig með það. Já. Og ég náttúrulega dett svona ágætlega í það á milli 15 og 19 og kynnist strákum sem eru að rappa og þessum tíma þá voru við bara út á götuhorni að reykja jónu og rappa, þú veist, og það var bara lífið. Já. Og gerðum það mjög lengi og maður fekk svona útrás fyrir listamannin í sér, sko, að byrja að kynnast honum kannski fyrst þá. Og svo byrjaði ég svona professionally að gera tónlist þegar ég var 19. Já, og það gekk alveg vel og þú, er það ekki, og þú varst alveg, seldir alveg einhverjar plötur. Jú, það gekk bara mjög vel, þú veist, ég hef aldrei eitthvað verið að spá í hvort það gangi vel. Nei. Þú veist, ég bara svona dett inn í eitthvað sem að vekur áhuga minn og ég bara verði obsessed að gera þetta og sem texta upp á Staðarfelli í meðferð sem krakki. Fórst í meðferð á Staðarfelli sem krakki? Já. Hvað varstu gamall? Ég ætli ég hafa ekki verið svona 17, 18. Fórstu þangað bara sjálfviljur eða? Já. Bara, já, ok. Og já, ég gat ekki styrkt neyslu minn á efnum á þeim tíma. Sem að maður skildi ekkert sem krakki af hverju er ég eitthvað steffa í með einhverjum efnum en er mjög skýrt í dag, þú veist. Já, skrifa einhvern veginn texta og villist svo bara eitthvað inn í rappið. Ég svona var ekki, maður var náttúrulega mjög barnalegur, maður rappaði í raun og veru bara svona fyrir alla sem maður hitti. Já. Þú veist, hvort sem eru vildi heyra það eða ekki. Og býr sem sagt á áfangaheimili og það kemur þangað náungi sem heitir Hákon og ég náttúrulega treð rappinu minn á hann eins og alltaf aðra og hann eitthvað svona, hei, það er eitthvað hérna, skilur við, og hann ringir í frænda sinn sem er upptökustjóri og þeir sem sagt taka upp fyrstu plötuna mína og ég kunni ekkert að rappa, skilur, ég var bara eitthvað að gera með þetta listform og ég bara svona eitthvað fer allt og langt inn í þetta og
ég hjálpaði um að byggja svona stort fagmannlegt stúdíu á einhver geggjuð jazzhljómsveit, einhverju gæjar úr FIH og þú veist sem að þú veist, ég vissi ekkit en voru langt fyrir ofan í hæra kínu sko og ég var einhver handlangari hann að smíða en ég fekk að taka upp plötuna á netuna og var að því bara í 2 ár. Lærði svona bara eiginlega að gera músík og taka upp og rappa. Og þú fórst þarna í meðferð 17 ára og varstu þá bara edrú eftir það eða Já. Í einhvern langan tíma? Hvað að vera edrú? Bara án hugbreytandi efna? Ég veit ekki, síminn mjög hugbreytandi. Já. Sykur mjög hugbreytandi, klám mjög hugbreytandi, hangitölun allan daginn mjög hugbreytandi. Já. Sjónvarpsþættir bara pick your poison sko, en hvað var það sem var ólöglegt eða það var eitthvað að snorta kók í einhverju partíum, nei, þú veist, það var engin efnanotkun. Nei. Þannig, ég bara nema sykur og nikotín og kaffin og allt hitt opið, en þetta unacceptable drugs, nei, ekki neitt. Og þannig að þú veist, þú gast verið bara í því að koma fram og þú gerði það alveg, það ekki? Jú, þú veist, ég meina, fyrsta lagið mitt sem ég gáði að vera á með Bubba, sem var bara eitthvað svona, ég var svo skrítin, ég bara tók upp síman og ringdi fólk og spurði hvort það væri til í þetta, veist, alveg svona markalaus. Og ég hitti Bubba, var svona þessi kringum hann á þessum tíma og ég spurði hann bara eitthvað, viltu gera lag? Og bara já. Okay. Og svo gáði við lag og þetta bara einhvern veginn varð eitthvað miklu stærra en ég var eitthvað að spá, þú veist, ég var bara heima að gróta blað, og eitthvað með vinum mínum að leika mér. Og ég bara fekk svona, ég raun og veru skildi ekkert hvað ég var með í höndunum. Ég var bara 19 ára og ég var bara mjög vitlaus á lífið og var bara eitthvað með alla færustu tónlistamenn landsins að mæta og taka upp fyrir plötuna mína og vinna með mér og syngja með mér og svo var ég bara eitthvað að reyna að finna eitthvað út úr þessu þannig að fyrsta skipti og þetta var bara allt mjög gaman Hvaða lag var þetta með Bubba? Það heit Vegurinn til glötunar. Já. Það var fyrsta lagi sem ég gaf út og var það svona algjör hittari á 2 útastöðum og eitthvað og mér á ofurum sko og svo fór maður bara eitthvað, þú veist, maður kunni ekki einu svona að rappa þarna sko, ekki svona í alvörinni, þú veist, maður var bara eitthvað aðeins að dýfa tónum onni sko og ekki einu svona að gera það endilega af metnaði, þú veist, eitthvað, ég ætla að gera karriér úr þessu eða eitthvað, þú veist. Og svo bara, já, var maður þeirra forréttinda aðnjótandi að fá að gera bara ótrúlega skemmtilega hluti með ótrúlega mörgum stórkostlegum tónlistamönnum og já, og fá að spila, þú veist, en svo spilaði maður 2 eða 3 í höllinni, þú veist, á einhverjum tónleikum og kom fram í kastljósinu, þú veist, og rappaði einhver vers þar sem maður hafði gert sjálfur og fekk, þú veist, einhverja dóma, einhver rós í fréttablaðinu, bjartasta vonin í músík, þú veist, og eitthvað svona. En svo hvað átti maður að gera meira? Þú veist, ég tók upp eina plötu viðbót sem kom aldrei út og svo var ég bara eitthvað, hvort ég ætti að vera eitthvað rappari sem karriér, þú veist, það var ekki hugsað þannig eitthvað, bara eitthvað sem maður gerir. Já, Þannig að þú varst aldrei einhvern veginn eitthvað að reyna að verða, þú veist, frægur rappari, þú veist ekkert eitthvað, þetta var bara eitthvað sem þú gerðir. Já, ég held ég hef aldrei verið að reyna að verða neitt, sko. Nei. Eins og ég mætti aldrei í skólan, sko, skólastjóra minn var allt svo reiður, fyrst var alltaf að reyna að aga mig og þú veist, nema bara að virka ekkert, þú veist, það var að reyna að láta mig sitja kjurran, þú veist, en á skrifstofu hjá sér, reyna að bóra mig til death í 3 tíma, þú veist, ég horfði bara út um gluggan eitthvað svona, svo á endanum á gafst hann upp og hann bara svona, Sævar, þú getur orðið hvað sem þú vilt verða og það rosalega sjálfgæft, þú mátt ekki vera að sóa hæfileikuðinum og nærði ekki prófunum og öll framtíðin þín og þá getur ekki orðið það sem langar til að vera og, þú veist, og maður bara eitthvað 8 ára bara, en ég það sem ég langar að vera þú veist, hvað mér langar að fara út að hjóla þú veist, ég skil ekki hvað átt við með þessu
og það var svona bara approachið mitt í raun og veru og með þetta, en ég sogaðist einhvað síður að hlutum sem að eru séður sem hámenningarlegir. Ég án þess að fara að hugsa það þannig, þú veist, ég bara elska að lesa, bara allt í einu byrjaði að lesa bækur og bara dettin í einhvern ævindurheim og svo bara endaði ég á að lesa heilt bókasafn því ég gæti ekki hægt að lesa, fekk bara þráhyggju fyrir því og það stóð í 10 ár, þú veist, og það var bara því að eitthvað, skilur við, það var þarna og það er svolítið svona sagan, þú veist, í gegnum lífið að maður er ekkert endilega að reyna að vera eitthvað en maður lærir og skilur og sér og þú veist, svo mótast einhver tilgangur eða hverfur og og maður bara svona endar upp á þínu pathi í raun og veru og ég held að fyrir alla mannverur sé það bara discovery, þú veist, að það sé path yfir höfuð jafnvel, þú veist. Var ekkert verið að klína á þinn einum greiningum þegar? Jú, það hefur alveg... Hvað varstu greindir með? Ég var greindur með andstöðu mótþróaröskun. Öllum óverum og svo var ég greindur með þunglyndi þegar ég var 15 ára afsaki og ég veit ekki hvort að það hafi verið vandamálið eða að forráðamenn hafa reynt að henda blómapott í hausinn á mér, þú veist, hænan eða ekkið, þú veist, og vera að reyna að setja mann á lyf og þá mikið í esku líka, þú veist, að ég var pathologisaður mjög mikið í raun og veru svona af mínu nánasta umhverfi, það væri eitthvað svona mjög rangt sem að þurfti að finna út úr hvað væri, þú veist. Hvað er að honum? Hvað er að honum, sko, og setja töflur onni mig, þú veist, og reyna að fá mann til að taka eitthvað út og svona og ég tók þannig, ég var bara mjög dofin að því, þú veist, þannig að ég fór að skirpa töflarinn bara í klósti og jú, þannig að þetta var náttúrulega alls konar, sko. Heldur þú hafi verið þunglindur einhvern mann? Nei. Ég held ekki ég sé með eitthvað heilagallan og van starfshæfni taugabóða sjúkdóminn þunglindi ef hann er til. En ég held ég hafi vissulega upplifað eðlilega líkanlega viðbröð við kringumstæðum, þú veist. En ekkert ADHD eða neitt svoleið sem hafi verið... Ég á rosa erfitt með skilgreiningar, ekki því að það sé ekki gott að hafa einhvers konar mælikvarða til að við vitum hvað við séum að tala saman heldur vegna þess að þú veist hvað er ADHD, er það víðhygli, er það að vera með athyglinni sína á mörgum hlutum á sama tíma, geta hoppað á milli mismunandi sviða, hratt og tekið við upplýsingum, þú veist, er það önnur tegund af vitund heldur en vitund sem að virkar í eina átt alla daga, þú veist. En þú veist, þetta bara svona eins og fyrir mig, ég veist, margt að þess að lýsa er svona eins og ég var, sko, ég tók alltaf svona tímabil þar sem að ég lasi mitt alveg bara 300 bækur og þú veist, ég fæ svona, ég er með ADHD, sko, greiningu og það útskýrði samt rosalega margt fyrir mér, sko, hvers vegna ég er, þú veist, mér er alltaf liðið svona eins og ég sé öðruvísi, þú veist, því ég er ekki nákvæmlega eins og allir eiga að vera, sko, og þú veist, það útskýrði rosa margt fyrir mér hvernig ég er og hvað málið er, þú veist, af hverju er ég eins og ég er, þú veist, og Akkurat. En þú veist, ég held að ADHD sé svona, þetta er bara svona reglíf svolítið, þú veist, sumir get aldrei einbeitt sér að neinu, þú veist, að meðan ég get ofurfókusið á suma hluti bara og bara kynnt mér allt þá, þú veist, þannig, ég hef alltaf verið þannig, þú veist, og ég púsla dögum saman ef ég fer í þá manju og þú veist, svoleiðis, þannig að mér veist svona, það bjargar ekkert lífum að vita maður sé með ADHD eða þú veist, ég held að annað hver maður sé með ADHD út af öllum þessum tækni, þú veist, það er allir í símanum alltaf og þú veist, það er ekkert bara unga fólki, það er líka við, þú veist, það er líka fólk á okkar aldri sem er bara límt í símanum, sko, og þú veist, og þá er alveg gefið og þú tekur ekki eftir henni kringu þig, skilur, þú veist, þannig að mér veist svona, þessi ADHD greiningar eru svolítið svona. Ég get gefið controversial viewið á það. Ég held að það sé mjög gott að hafa þessa mælistekur til þess að hafa einhverja hugmynda það hvaða gír heilinaður getur farið í og ég held að
þegar brýst út sem pathology, þú veist, hvort sem að skizofrenia, ADHD, bipolar, þú veist, mikil orka, lítil orka, þá held ég allir séu með þessa heilin með þessa functions, hvað fer svona verður íktara í hvaða einstakling og af hverju getur verið ótrúlega mikið af ástæðum fyrir, þú veist, það getur verið tráma á æsku, getur mótað allan heilaðinn, það getur verið socialization, bara hvernig kennt að umgangast einhver ákveðna hluti. Það er mjög mikið, hvort það séu heila gallar í sjálfu sér, erfitt að segja að heilin plastik, hann getur væra sjálfu upp á nýtt, þess vegna búið til nýjan heila og bara einbyttið nú vel að því. Þetta hvað við erum að tala og svo líka bara mjög auðvelt að pathologisa fólk, bara krakka sem að vilja ekki fara í skóla því að binda eitthvað barn við skólaborð í 8 tíma á dag, það bara fær ADHD, ég skal lofa því. Já, algjörlega. Og þú sérst, 2016, það var árið sem að þú slasaðist. Já. Er það ekki? Jú. Slasaðist, veiktist. Hvað, ef þú svona reynir að útskýra það fyrir svona þeim sem að veit ekki hvað við erum að tala Hvað kom fyrir? Svona á sinn einfaldasta hátt, þá slitnaði eitthvað sem heldur beinunum í líkamannum mínum á réttum stað í sundur. Fræðilega útskýringin það að liðband sem að lítur svona, sem svona cirka svona stórt eins og þessi handarhefing hérna, sem heldur saman mjaðmagrindinniðinni, spjaldhryggnum sem að undirstaðan undir allan hrygginn og neðstu hryggjulegunum saman og föstum við mjaðmirnar rifnaði sundur. Vegna álags- og stóðkerfisgalla sem ég með sem að olli ójöfnu átaki yfir lengri tíma, þannig að ég gat ekki hílað eins og það myndi gera venjulega og það rifnaði á endanum og vísindaleg þekking á þessu ekki orðin klínísk. Nei. Þeir þekkja þetta ekki á spítölum og svona. Þekking á þessu liðband og hvað það gerir, hún öll til, en þeir eru ekki búin að rannsaka að lenda í málum þar sem að þetta skeður og finna út úr því áður. Og slitnaði þetta bara alveg í sundur? Já. Og það hlýtur að sjást á myndum, eða ekki? Já, það gerir það. Já. En þú varst í mjög miklu ströggli að fá aðstoð, eða ekki? Jú, vægast sagt. Já. Hvað, þú veist, hvernig líst þetta sér bara fyrsta daginn sem þetta þú varst farið þetta? Ég heyrði náttúrulega bara, ég var að gera æfingu og heyrði náttúrulega bara smell, þú veist, eins og þú slítur liðbandin hjánum á þér eða þú veist, það heyrði bara svona, þú veist, eitthvað poppi sundur og svo var ég bara með eitthvað svona discomfort í hnakkanum svona fyrsta daginn og var eitthvað svona skrítin og skildi ekki alveg hvað var í gangi. Svo eftir 2 daga þá var ég komið logandi sársauka bara alveg hérna upp í háls og höfukúpu og andlitið og alveg svona mjög óþægilegt bara að leggjast niður og bara svona nístandi sársauki, sko. Og ég náttúrulega skildi ekkit hvað var í gangi, sko, en þetta var mjög svona, þú ert slasaður, þú veist, það var bara svona eins og höndina þér væri bara lafandi af eða þannig, þú varst ekki í lagi, og já. Hvar þetta liðband? Það gengur í raun og veru, þú veist, utanfrá séð þetta eru raskinnarnar á manni, þá mjaðmagrindin hérna fyrir innan og spjaldhryggur og svo hryggurinn neðstu hryggjalegir, það liðband tengir þetta svæði allt saman. Þannig að mjöðminn, hún í raun og veru bara svona dettur af, rennur til hliðar og hryggurinn tókast í burtu í nóttina. Og þannig að það byrjaði í raun og veru að rifna all liðbönd, sko, alla leið upp í hnakka, því að þetta er bara svona svo tjald sem tjóðra niður, bara klippur á tjóðringun öðru megin, það bara fíkur það upp og það er sama með hrygginn, hann byrjaði bara að tókast í þessa átt. Og ég vissi það ekki þá, en þetta var það sem skeiði og var að valda þessum hræðilegu verkjum hérna upp í hálsið, sko, þó að þetta byrjaði í mjöðmunum. Og já, það var bara svona búið að vera frekar brútal ferðalag síðan, sko. Og hvað var sagt við þig þegar þú fórst fyrst til læknis? Fyrst sagði læknirinn minn að þetta lit út eins og jógaöndun. Jógaöndun. Öndun? Mhm. Ok.
það var það sem að heimilislæknirinn minn greindi mig með og það sem að gerist þar þegar ég slakaði á núna ég búin að læra, þú veist, að hvað nákvæmlega að. Þannig að það fer mjög mikil vinna bara að halda mér, þú veist, í líkamlega á stað. En þú veist, ef ég slaka á þá dett ég í sundur, sko. En ég vissi það ekki þá, þannig að ég kunni ekki á þetta, það skildi ekki hvað var í gangi, þú veist, það var bara illt hérna og bara eitthvað engjast og fyrir ég lagðist niður og slakaði á, þá byrjaði ég allar að hristast, þú veist, fekk ég bara spasma, bara mjög vægulent spasma, sko. Jesus. Og ég var að sýna henni það og hún var að segja að spasmarnir væri tilkomnir því að ég væri að gera einhverja öndun sem að hefði einhver áhrif á líkamann, sko. Ok. Varst í jóga þegar þetta gerðist? Nei. Nei. Þú veist, ég hef alveg stundað jóga eins og kallað, en ekkert eitthvað, það er engin jóga öndunaræfing sem að, veldur þessu. Jú, þú getur alveg tekið einhverja breathwork-æfingar sem að valda spasmum og eitthvað, en þú ert samt ekki eitthvað, hausinn á mér að detta af, skilur. Nei. Og en það var líka svona, þú veist, ákveðin þrjóska, þú veist, að maður er bara með að þetta er eitthvað óþægindi, skilur, þetta er eitthvað lítið, þetta er eitthvað, mér er bara illt, þú veist, þetta lagast, líka minn grær, þú veist, allar þessar basic hugmyndir sem maður er með um að slasa sig, hvað sé að fara að gerast næst. Þannig að ég var bara eitthvað svona, ok, þetta verðist whatever, skilur, finnum bara eitthvað útrúsi, það er líka nú að öðrum vandamálum til að díla við á þessum tíma í lífið mínu. Þannig að, já, ég lét mig í raun og veru bara hafa það og byrjaði að gera alls konar endurhæfingar og svona reyna á bataækinu mataræði og hætti því sem ég var að gera hérna heima, fór aftur til hins heimalandsins míns Indlands og var svona eitthvað að dvelja þar eitthvað svona að reyna að ná heilsu og þú veist, og endaði að vera þar að skoða öll, þú veist, þessi endurhæfingu fræði, þú veist, fara að læra jóga, fara að læra allar þessar endurhæfingar, þú veist, explora það space, sjúkraþjálfara, mataræði, þú veist, prótein, lyftar, hefa sig, reyna að verða sterkari, allt þetta. Og já, ég nú bara helt áfram að versna, sko. En á sama tíma var ég að reyna að viðhalda bara venlegu lífi og cognition og samskiptum og slíku, sko, en batnaði ekki. Og það gekk bara mjög lengi og þrjóskan í raun og veru fór með mann allt og langt, sko. Og kannski, já, þannig að þangað enda í raun og veru bara svona komin í klessu bara, í raun og veru rúmfastur, sko. Já. Þú veist. Bara, þú veist, að því að þú var bara svo sárt að hreyfa þig. Já, í raun og veru, þú veist, það var bara að framkvæma daglega hluti var bara orðið það kvalafullt. Þú veist, þú ert bara í viðstöðulausri þjáningu. Já. Skilur ekki svona þjáningu sem þú ert eitthvað getur ignorað, heldur bara að biðja athygli allan tíman og þú ert að reyna að gera eitthvað og þú ert alltaf að reyna en það er ekki hægt, þú getur ekki stoppað, þú getur ekki komið á rétta staðin, þú getur ekki lagað, þú veist. Og í neinni stellingu, þú getur ekki setja á neinn hátt að vera með þig, þú veist, alltaf í þessu kondísjoni og svo hrakar þér, þú veist, alveg sama hvað þú gerir og hvað þú æfir og svo var það bara orðið þannig að fara bara út í leigubíl var bara orðið svolítið mikið mission, skilur, eða reyna að komast í flugvél, þú veist, það var bara ekki næst tilhugsun, þarf ég að fara úr þessu rúmi, koma mér í þennan bíl og upp í næstu flugvél, þú veist, það er bara, ég veit ekki alveg hvernig ég á að gera þetta, þú veist. Og þá kem ég aftur heim, þú veist, eftir stutt ferðalag út á Indlandi. Og já, og þarna byrja svona viðnám mitt við akademiska kerfið. Þarna sko, það sem að ég heyrði hérna í gær, mér var sagt að vinkona mína nánustu var sem sagt í samskiptum, einhverjum reglumbundnum samskiptum við lækni á Landspítalanum sem að er að segja henni að ég sé svo móti kerfinu, sko, og sé alltaf að þykjast vita betur og þess vegna sé ekki hægt að hjálpa mér.
nema bara sko, ég var bara ekkert að spá í neinu heilbrigðiskerfi eða samfélaginu yfir höfuð sko, ég var bara ungu maður að gera nákvæmlega sem að mér langaði og ég hef ekki verið í neinum samskiptum við kerfið síðan bara í æsku, þú veist, hvort sem er akademisk kerfið, ég hef farið inn í vinnur, inn í samstörf og ég hef alltaf bara lært það sem ég þurfti að læra fyrir það og bara lifa svona tiltölulega þægilegu samfélagslífi gera það sem ég geri, þú veist og en þannig ég að koma í fyrsta skipti aftur í svona samtal þú veist, 2 + 2 eru 4 hérna er meðferð, hérna er hvað getur verið að þér, hérna er þekking inn í þetta svona realm og ég var með svona einhverja hugmynd bara í haustum á mér að maður færi bara til sérfræðings sem maður bara vissi allt læknisfræðivandamál bara eins og allir aðrir á plánundinu og þeir myndu bara hjálpa mann að finna út úr þessu og finna lækningu, þú veist, það var bara svona það sem ég held að myndi gerast nema svo bara var það ekki þannig, þú veist og já, ég bara svona kynnist í hvað er að gerast inn í þessum kerfum í raun og veru bara í þessari hömburleit bara eitthvað að mæta til læknis og segja hann að ég sé mjög slasaður og ég þurfi hjálp, sko. Já. Og hvaða viðmót fékkstu? Bara, fannst þér eins og fólk væri bara, vissi ekki hvað væri að eða það trúði þér ekki eða? Ég myndi segja vanþekking sé kannski besta neutral orðið til að lýsa því og bara óskilvirkni í hvernig hugvísindin læknisfræði eru notuð þarna á Íslandi sem og að kerfin sem eru búin til utan heilbrigðisþjónustu eru ekki gerð til þess að þjónusta sjúklinga og málin þeirra. Þau eru gerð til þess að búa til eins ódýrt kerfi sem að geta þjónustað eins mörg vandamál og það mögulega kemst yfir með þessum peningum. Á sem skemmstum tíma bara. Á sem skemmstum tíma. En það er ekki hérna til að rannsaka málið þitt, en það er ákveðin færibönd sem þú getur farið á og ef að það er eitthvað sem er þekkja og eitthvað sem er skilja eða það passar inn í verkferðla og prótokolla að þá kemst þú nokkuð greiða leið áfram, þú veist, og fóbrytið þig, hjartaáfall, eitthvað svona mjög basic og svo eru svona viðurkenndar aðferðir sem búið ákveð innlega verkferðla og ef það er passa við það sem er að þá ferður lausn. En ef ekki, þá er engin lausn í boði, sko. Nei. Hvenær komist þér að því að liðbandi væri bara slitið? Þeir komist ekki að því. Nei, ok. Hvernig komst það upp? Ég komst að því sjálfur. Ég lærði bara röntgenfræðina. Það byrjaði nú út á Indlandi. Það er smá svona munur á Indlandi, maður getur hitt mjög mikið að læknum á mjög stuttum tíma. Það er allt annar kúltúrar og við Íslandingar erum oft svona best í heimi. En ímyndaði 2 milljarða manna land með ekkert félagslegt velferðarkerfi þar sem að milljónir manna er að berjast að vera þeir bestu í fögunum sínum bara því annars survivar enginn og bara the cream of the crop úr því kemst inn í skólana og bara the cream of the crop sem að kemst út úr þeim skólum kemst út á vinnumarkaðinn og þannig að sko, lífskeiða baráttan er svo hörð að það er allt annað level af sko engagement í starfinu sínu. Þú veist, þetta er bara það sem þú ert að fara að gera all ævina og þú ert að fara að berjast fyrir því eins og það kosti allt saman og þú getur hringt í sérfræðing og þú getur fengið að hitta á daginn eftir. Þú veist, að komast í myndatöku og kemst í myndatöku í dag alltaf. Og ef þið vantar annan tíma og það kemur á morgun. Þú veist, og það eru ekki 2 eða 3 læknar eins og upp á Landspítala, það eru 1000. Og ég byrjaði svona samtali þar og svo er ég orðin það slasaður, ég er bara ok, ég verða, þú veist, ég fann að skilja svona smá hvað er að gerast, ég byrjaði að skoða röntgenfræðina aðeins því að þú veist, þetta var ekki alveg að passa og svo mikið að verkjum með eymslum hérna og litlir áverkar sem voru að sjást á myndum, samt ekki nógu stóri til að þeir getur verið að valda einhverju svona svakalegum kvölum
Ég hafði aldrei lent inn í einu slysi á bakinu, þú veist, af hverju var ég með slitin liðbönd þar líka, þú veist, og ég vissi ekkert hvað var að gerast, þannig að hérna, þú veist, þetta byrjar að vera bara svona ráðgátt til að leysa og svo kem ég heim á Ísland og já, byrð þá að hjálpa mér og það bara gekk ekki, sko. Já. Hvað, þú veist, hvað var sagt við þig þegar þú komst til læknis? Bara tókur enga myndir hérna heima eða? Nei, þeir eru núru, sko, jú, þeir tóku myndir og eru bara, þeir við finnum ekkert á þessu myndum og ég bara, ok, hvað er það næsta skrif? Það er ekkert næsta skrif, það bara, er ekkert að. Ok. Og þú veist, þá byrjar svona eitthvað samtal þar sem að þú ert í raun og veru að reyna að samfæra einhvern að það mögulega sé eitthvað að og það sé það alvarlegt að það þurfi að hérna skoða. Já. Og það bara, þau voru ekki til í það. Nei. Og hvað gerir þau þá? Sko, undir lok ársins 2021, þar sem að þetta gerist raun og veru samhliða að ég fer svona sjálfstætt, þú veist, ég er náttúrulega bara eins og drukknandi maðurinn að bjarga lífið mínu á þessum tímpúnti, það var ekkert annað sem að gæti komist að. Þú veist, ég gæti ekki labba út í búð lengur að kaupa mér bara í matinn, skilur, ég var bara að verða vitstóla. Þú veist, þannig að ég fer í það bara að læra þetta allt saman að skoða og fá myndir sjálfur og byrja að reyna að finna út úr því hvað er að gerast og sama tíma tala við læknana heima, þú veist, hvað þetta mögulega geti verið og allt þetta. Og ná að sælenta þetta tímalega. Já, og er að reyna að eiga þann dialóg við heilbrigðiskerfið á Íslandi. Já. Og það vildi ekki að ég væri að eiga þann dialóg við þau í raun og veru. Og þú ert bara að hlýða því sem að þér er sagt og það er ekkert að þér. Var það bara viðmótið að það væri ekkert að þér? Fer svolítið eftir ákvað starfsmanni og lendir til þess að vera sanngjarn, þú veist að þá þú veist, þetta var svona eins og koma bara kannski í draugakastala eitthvað, þú veist, að maður var svona að reyna að útskýra eitthvað, en það var bara virtist bara ekki skilja þetta, sko, eða hvað maður var að segja og svo náttúrulega það sem að eru kannski svona undirliggjandi samfélagsi viðmið eða hírakíur hver á að vita hvað, þú veist, hvað virka hvernig, hvað kerfi, eitthvað svona og bara leið þau gátt ekki fundið út úr þessu sjálf með sínum verkferðlum að þá, þú veist, þau vildi allavega ekki hlusta á neitt sem að ég hafði fram að færa, þú veist, það var alveg mjög skýrt, sko, og það voru oft mjög brútal viðbrögð sem að maður fekk, þú veist, hjúkrunarfræðingar að koma fram á gang þegar maður er að mæta bara ámóttökunni, bara þú ert ekki slasaður, maður bara, ég hef aldrei séð það á þér, þú veist, við hvernig ert að tala, þú veist, af hverju ert að segja þetta? Já. Hvaðan kemur svo upp, hvaðan ertu með þær upplýsingar? Já. Veistu það betur en ég sem setjum og er að eiga þetta experience, hvað, það var mjög skrítið allt saman, sko, og svo fóruð svona pathologism í kerfinu, sko, vera með kenningar ég væri mjög mikið að geðsjúkdómum. Já. Það var svona mjög repeated þema, sko, og alveg svona brútal þeir voru bara eitthvað, já, þessi sjúklingur hérna er að díla við rosalega andlega vandamál, þú veist, og maður eitthvað, en sko, þú ert hjúkrunarliði á sjúkrahóteli, þú ert ekki með gráðu þú ert ekki geðlæknir, bara nei, þú vinnur inn í kerfi sem að gera þess kröfu til þess að það sé viðurkennd menntun á bak við ályktanirnar sem þú ert að draga af hverju er þú að skrifa þetta? Já, mitt. Og hvernig fannst þér, þú veist, þeirra eins og bara með fólki í kringu þig og svona, þú veist, voru allir bara, hérna, fannst þér eins og fólk væri að fara að halda að þú væri bara búið þetta til eða, þú veist, nei, ekki, jú, en það var oft fólk sem hafði unnið til dæmis á Landspítalunum, þú veist, það er eins og svona ákveðin menning eða ákveðin hugafar eða ákveðin stjættaskipting sem að virðist koma frá því þegar þessi fokkarar voru guði.
sem voru, þú fórst eitthvað til Belgíu eftir 15 ár, skilur, vissir allt læknisfræði og það var ekki til bókum það hérna heima, auðvitað vissið þú betur en sjúklingur en það verðist vera kultúr sem hefur haldið sér alveg þangað til í dag og það er mjög tabú þú veist, ef sjúklingurinn er ósammála lækni eða segir eitthvað fræðilegt að það er bara þú ert með geðsjúkdóm Jesus, chill out. Já, hvenær fékkstu að fá einhverja, þú veist, einhverja viðurkenningu á því að þú veist, það væri í alvörun eitthvað að? Það sko snerist aldrei eitthvað viðurkenningu fyrir mér, það snerist bara hvað gögnin sögðu, bara hvað var hægt að sanna og það var bara svona hægt að sanna bara eins og tekur ljósmynd af einhverju og getur sýnt bara dreina að það var hægt að sýna fram á að þetta var hérna nema að ég mátti ekki segja það. Nei. Þú veist að það þurfti að koma frá lækni, það þurfti að koma frá fræðimanni og en til dæmis út á Indlandi og í Evrópu að það var mikið auðveldar að finna sérfræðingar sem voru tilbúin til þess að eiga samtali við mig þessu hluti þó þeir kemst ekki að því hvað var að og svo virka læknisfræðin og ferðlatin allt öðruvísi heldur en að fólk heldur og úti þá voru þeir bara til í að gera það sem þeir gátu, tala við mig í komumyndir, spjalla við og fekk álitinu þeirra og það endaði í raun og veru bara sem ég að reyna að leysa málið, að tala við bara bönsafokkin sérfræðingum og svo stútir á daginn inn á milli til þess að reyna að figura át hvað var að á milli þess að ég var ekki bara eitthvað skjálfandi upp í sófa sko. Og alls konar sem að gerist á leiðinni, þú veist, það fór eitt rifbein hérna á lið og byrjaði að blokka æð sem að fer niður í hönd. Þannig að hendin á mér var frá hana blánöll, sko. Það voru þessu sem ég fór út og hérna, og ég eitthvað svona að bera það undir læknina og þeir eitthvað, já, og svo fatt að thoracic outlet syndrom og þú getur fengið blóðtappa því æðin er að klemmast. Já. Og það er bara í immediate heilablóðfall eða lungnatappi en það var enginn hérna á Íslandi sem að gerði svona aðgerðir og ég hringdi hérna, ég lækna Tómas sem var svo vingjallegur að upplýsa mig hvað var best að gera og hringdi upp á skurðdeildir og æðaskurðdeild og hvort það var einhver læknir sem að vissi eitthvað þetta og það var ekki, þú veist, þannig að ég þurfti í raun og veru að fara neyðaferð bara til Indlands til að láta skera þetta úr mér og þeir reyndu fyrst að festa og það tókst ekki og svo þurfti að taka úr en þá komið svo mikil örverfur og ég enda á svona frekar brútal ferðalagi þar sko. Og teki rifbeinið í burtu bara? Já, bara skori hérna og oh my god. Þeir þurfti að skera líka hérna aftan á og í fyrsta aðgerðinu þá var svona plata sem maður reyndi að setja alltaf festa og það brotnaði allt í sundur því að þá vissum við ekki hvernig þetta er alltaf að rífa allt út í sundur anyway og hún enda á að ganga inn í sko tryggjarleiðin minn alveg bara svona millimetr frá mæninu mér og þannig að við þurftum að fara alveg í gegnum svolítið stórt ferlið þar sko bara til að bjarga mig lifandi í gegnum það sem að hafi verið vanrækt sko og en þú veist ég kom lifandi út því og en svo byrjaði ég að og læknarnir úti byrjaði að hjálpa mér, ég hitti fyrsta röntgenlæknin sem var til í að setjast bara niður með mér, fara yfir myndirnar og eiga samtali við mig það sem ég var búin að læra og skoða og komast að og þar byrjaði þessi dialógur í raun og eiga þessi stað sko. Það sem þeir eru mætt bara á skilningi og þú veist þeir hlusta á. Þeir gerðu sitt besta. Já. Alveg. Og bara, og hvaða ár var þetta? Þetta var 2020, 21, 22. Þá ertu búin að vera eiga við þetta í 5 ár. Já, en þarna var ég svona bara farin að hugsa að skjóta mig í hausinn sko. Já. 2020. Þá er ég búin að vera 4 ár í dag þá tekst mér að halda svona líta út fyrir að tiltölulega kalm bara því ég er búin að læra mjög vel inn á bara hvernig ég kemst ekki enn daginn minn en þá vissi ég ekki hvað var að og ég var mjög tormented sko, líkamlega og það gekk í 4 ár þangað til ég var bara komin bara, veistu, það er betra að deyja heldur en að halda þessu áfram endalaust. Það tók bara 4-5 ár fyrir sækið bara svona byrja að fyrir það þá var maður eitthvað svona fara á kaffihús, reyna að lifa gera allt saman, svo var maður bara heyrði þetta gengur ekki lengur sko. Þetta er hægt. Nei, þetta er ekki hægt sko.
Og hvað var það eftir, eða þú veist, þessi læknir hérna úti, hann fór með þér yfir þetta og komst hann þá að einhverju vandanum? Já, ég meina þá þú veist, þetta er náttúrulega búið að vera ferli eins og kannski vísindalegt ferli á alltaf að vera. Já. Þú veist, að við förum að taka myndir og förum að finna, já, þetta hérna úr stað, þetta að gerast efstilegur höfukúpu og snúinu stað og endanum þá ég með 20 áverka, svona litla og stóra, sko, upp alla hryggjarsúluna. En þannig erum við svona að byrja að taka púslið sundur, sko, byrja að skilja það. Og erum að skilja litla parta í einu og læra öll fræðin í kringum það á sama tíma. Þú veist, þannig að það var algjör svona móka skurð, sko, læknisfræðilega og vitsmunnilega. Og við gerum það í 2 ár og ég fel Þýskalands líka og að tala við, þú veist, það sem margir skilja ekki, sko, í samtalinu sem hefur verið mjög fallegt, annars vegar frá almenning. En svo líka hefur maður fengið alveg svona gusurnar yfir sig, sko, hvort maður þykist þetta betur en heilbrigðiskerfið og hérna bara þetta ekki són sem ég hef nokkuð tíma valið mér að fara inn í til þess að þurfa að vera að tala nokkuð mannum, skilur ég bara margt skemmtilega að gera heldur þetta, sko. En í Þýskalandi þá fæ ég beiðni að koma heim til Íslands og þeir ætla að gera við fótinn á mér. Og það svona þar sem að það verður mér svona fænali ljóst að þá erum við búin að skilja hvað að, alveg niður í dítel, við erum komið með kenningu sem bara studd með röntgenmyndagögnum. Já, við vitum að þetta er sjaldgæft, já, þetta er óalgengt, já, þetta er skrítið, þetta passar ekki inn í ferlan ykkar, þið hafa ekki séð þetta áður, en þetta er samt svona. Og það var eftir að vera búin að tala við mörg hundruð sérfræðinga í heiminum og mikið af sko leiðandi vísindamönnum eins og fyrir yfirmann heila- og taugaskurdeildar og hryggjar- og bæklunaskurdeilda Karolínska sem að jafnvel á Íslandi er talin vera eitt besti skóli í heiminum og háskóla sjúkrahús. Þú veist, og við vorum búin að fara þangað og fá hann til að fara yfir kenningarnar og sjá hvort að það var eitthvað, þú veist, þannig að það var alveg vita á þessum tímapunkti þetta er það sem er að, sko. Er það íslenskur læknir? Nei, hann er sænskur, sá, og var sjálfstætt starfandi eftir að vera búin að vera yfir hann í 20 ára á Karolínska. Þá var hann búin að færa sig yfir á hérna, þú veist, en hann hafði bara ákveðin þekking og vísaði mér svo næsta svona superspecialista sem hann þekkti sem var á Indlandi og svona fetu við bara hvert gaurinn og fætur öðrum, sko. Og þegar við komum til Íslands að þá voru við eftir 2 ár af stanslausri vinnu og í raun og veru 7 ár með öllu sem ég þurfti að læra næringafræði og allt rastlið þar á undan og endurhæfingaræfingar fari gegnum öllu þessi heilbrigðiskerfi mörg hundruð sinnum, þú veist, á víðsvegar heiminn og Íslandi. Þú veist, bara ég veit ekki hversu oft ég fór á bráðamóttöku 13 sinnum, 27 sinnum á heilsugæslu, þú veist, þannig að maður var farin að fá mjög mikla innsýn inn í hvernig þetta virka allt saman. Og já, þannig að, en þeir vildi ekki lesa það hérna heima, eða bæklunarlæknarnir hérna heima sögðu bara að þeir hefðu ekki þekkingu í þetta. Og vildi eitthvað senda mig áfram til Svíþjóðar, en ég var búin að fara á Karolínska og þeir vildu heldur, eða þú veist, vandamáli varð alltaf það að þeir hafa ekki tíman til þess að vinna þessa vinnu, einhverja vísindavinnu, þú veist, það bara er ekki gert á þessum spítulum. Þú kemur bara inn og þú ferð í þær rannsóknir sem eru í boði fyrir þig og ef það kemur ekkit út úr þeim, þá er það bara næst í röðinni. Þú veist, nema að fáir kannski einhvern rannsóknastyrk og mjög á boða í Þýskalandi á hérna Charité sem er svona Nóbelsverðlaunaðasti spítalinn þar. En þeir sögðu þú ert að vera með tryggingarna með þér í liði og ég hafði samband við sjúkratryggingar, þú veist, og að reyna að fá það í gegn, en þá voru bara fjárhæðir sem var ekki hægt, sko. Og já, þannig að ég var búin að fara á Karolínska og ég var fyrir að þekkja ferlana svo vel að ég vissi bara nákvæmlega hvað þeir voru að fara að segja og af hverju þeir voru að fara að segja af hverju þeir voru ekki að finna það sem að tók okkur 2 ár að finna út úr með mörgum af bestu sérfræðingunum sem hægt var að finna í heiminum. Og ég skildi af hverju þeir voru ekki að fara að finna út úr þessu á klukkutíma í einhverju hraðsuðuferð á einhverju færibandi eða sjálfsögðu ekki. Og ég vissi bara að það var ekki að fara að leiða neitt. Þú veist, ég væri bara að fara hringnum með 2000 í gegnum
þetta færiband sko, spýtt út hinum megin og það var svona þá sem ég fattaði endanlega, þú veist, þetta ekki að fara að gerast í samstarfi við opinbert heilbrigðiskerfi á Íslandi. Það bara virka, það ekki boði. Hvert fórstu þá? Þá fór ég fyrst til Indlands og það sem við gerðum þá var að við kláruðum, þarna var ég farin að gera mig grein fyrir því við þyrftum að gera þetta sjálfstætt og mikið af læknunum sem að maður hittir vilja hjálpa þér. Þú veist, það ekki það að þetta séu bara allt einhverjir dímonar, þú veist, sem að hati því er sem að gráðu, en umhverfið sem að þeir eru með það bara 40 sjúklingar á dag. Já. Þú veist, og svo ráða þeir ekkit endilega hvað er með að vesla inn á vörum eða þeir ráða ekkit hvað er fáið að miklum tíma í hvert mál og eitt svona besti skurðlæknirinn upp á Landspítala, hann sagði við mig, ég er bara peð, ég ræði ekki neinu, skilur og það er alveg svolítið þannig og þannig að eftir bara svona ennið staðinn þar sem að það bara var ekki umhverfið til að hjálpa mér, þá fattaði ég að við þyrftum eiginlega bara að gera þetta sjálf. Þú veist, við þyrftum að búa til umhverfið og fá fólk sem að væri tilbúið til að taka þátt í verkefninu bara til að vera raunhæfur möguleiki að það var hægt sko. Og þá fæ ég þá hugmynd að stofna, fyrst ég búin að vera að gera þetta í 10 ára þessum tímapunkti eða 8 ára þeim tímapunkti að þú veist, þá er ég búin að eyða 18 klukktíma á dag í þetta í 8 ár þú veist, og búin að langa að skjóta mig í hausin í 4 árum þú veist, en að halda áfram á einhverju skildurækni bara við alheiminn eða eitthvað, ég veit ekki hvað ég var að gera en þá fáum við þá flug í hausin að stofna bara vísindafyrirtæki í kringum það sem við vorum að gera því við vorum farin að skilja af hverju mál enda eins og mín bara það vel og gera það bara í mínu máli og byrja að reyna að byggja það upp og þannig að við endum á að fara til Lökna á Indlandi þar sem ég fæ í raun og veru þessa kenningu og ég hef engan áhuga á akademíunni, þú veist, ég bara eitthvað, einhver gauður að reyna að berga lífi sinni en ég þarf að gera allt saman samt og þannig að ég fæ akademist samfélag út í Lökna á Indlandi af prófessorum til þess að fara yfir kenninguna að lokum og svona ritrýnana og hafa þetta allt bara stellar og svo kem ég heim til Íslands og fer fljótlega út til Tyrklands þar sem eitt svona lærifæðurinn hans fekk svona 5-föld ævistarfsverðlaun fyrir framlag sitt til hryggjar- og bæklingskurðlækninga og í sem sagt, þeirri sérgrein sem nálægust því sem að þetta snýst og við fórum og lögðum ritgerðina undir hann og fengum í fyrsta skipti opinbera akademiska viðurkenningu á því að hún væri rétt. Já. Og það var 2024, þú veist, eftir 3 ár. Okay. Og hann er mjög svona þekktur læknir en vinnur á spítala sem er mjög önnum kafinn og þannig að vendum á að finna í raun og veru bara dem lökk. Sko, prófessor sem á mínu mati er svo besti sem ég hef hitt í heiminum og alveg yndislegu náungi og ungur klár vinnur á spítala sem er að fá næstastu rannsóknarstyrki í Tyrklandi sem er 80 milljóna manna land og var stofnað 2009 til þess að vera framúrstefnulegur í nýsköpun, vísindum og tækni og læknisfræði og hann er bara gett til í þetta mál því hann fannst það spennandi og hann var bara, og hann skoðaði gögnin og hann sá það líka, þú veist bara, og það er fyrsta skipti sem að ég enda inn í fullkomlega vísindalegu samtali eftir 3 ár. Það sem að bara gögn og vísindi og þekking sem að til í gagnabanka jarðarinnar og mannkynsins og hann er bara notaður og samtali snýst bara það, að finna bara út í hvað er að, hvernig getum við lagað þetta, hvað er hægt að gera, hvaða lausnir eru til og bara svona, þú veist. Og hvað var gert svona, þú veist, til þess að eins og bara þetta byrjar út frá þessu liðbandi sem er inn í mjöðmónum og það slitnar. Er þetta að laga það eitthvað? Já, það sem að við gerðum var það að við fórum að byggja upp bara treatmentplan til lengri tíma, þú veist, og
nota það sem að ekki aðgengilegt venjulegum borgurum þó að sé til. Já. Þú veist, það ekki það að tæknin og lausnirnar sé ekki til fyrir eiginlega bara alla og það sé ekki til leið til þess að greina fólk að hjálpa því. Það bara þetta ekki aðgengilegt fólki nema að sé ákveðið ríkt. Já. Og jafnvel eins og hérna heima á Íslandi að þá bara mismunandi eftir í hvort þú ert úr leikhúsfjölskyldunni eða ekki sko hvernig tekið á móti upp á spítala. Já. Ekki það að það sé eitthvað svona regla Nei. en það eru of mikið af tilfellum til þess að segja að það sé ekki að ske og það sé ekki bara raunveruleiki sem við búum við og það var gert grínað í áramótasköpunni síðast að maður var of hræddur við að fara upp á bráðamóttöku þegar hann var búin að höggva á sig puttan minni mig að hann frekar bara til að vera með hoggin putta heldur en að fara þannig að þetta orðið svona conscious knowledge og svo, já maður í einhverju svona umræðum hvort að maður sé geðveikur fyrir að benda það að mögulega virki kerfið ekki og það var mjög skrítin hérna staður til að finna sig á í þessu öllu sko. Það rosa algengt ef þú ert að vogar þér að fara á móti kerfinu að þá rosalega oft verið að setja bara á þig að þú set geðveikur sko. Það rosa einfalt að afgreiða þannig. Ég myndi segja þessi standard treatment leið og það myndast einhvers konar friksjón á milli samtalssjúklings og læknis. Þú ert bara geðveikur. Já, nema að ég fór til dæmis í geðmat upp á Landspítala og hann bara gat ekki fundið en að gera hann erfiðleika og heldur ekki út í Svíþjóð. Nei. En samt sko þegar við komum á bráðamóttöku eftir að vera búin að fara í 3 geðmet sem fengu öll sömu niðurstöðuna að þá komu hjúkrunarfræðingar til mín og voru bara og við kærustuna minna þetta eru geðræn vandamál og maður bara svona ertu til að fara að hitta geðlækni og maður eitthvað, sko ég búin að hitta geðlæknina 3 svar hvað ætla á ég að vera sanna bara á hverjum degi Já, ég sé ekki orðin geðveikur á þessu öllu en þá ég myndi áætla það ef ég stæði í þessu eða myndi gangi í gegnum það sem þú ert búin að gangi í gegnum að ég yrði geðveik en þú veist, ekki að því leiti skilur að þú veist, þú ert ekki geðveikur, það bara en þetta einhvern veginn Ég held að þetta sé mjög góð punktur sem þú ert að benda á því að heilbrigði starfsmenn ætti að vera meðvitaðar það að fólki sem að kemur til þeirra geti verið í traumatísku ástandi. Já, og hvað þetta annað en tráma að lenda í svona veikindum? Þetta bara pjúra tráma sem að þú lendir í þú veist, þar, skilur við, fyrir utan allt annað sem á undan í gengið, þú veist, að þá tráma að missa heilsuna, sko. Það sjálfsögðu. Þú veist, og bara, já, ég sjálf ekkit, þú veist, ég hef ekkit góða sögu af heilbrigðiskerfinu svona hjá mér, sko, þú veist, ég lendi í svona alls konar mótstöðu og þegar ég var búin að fá heilablæðingu og ég fekk einhvern tímann brjálæðislegan hausverk þá að ég tóknaði á hálsi, ég vissi það bara ekki, þetta hefði verið þannig. Og þá var tekið á móti mér upp á bráðamóttöku og að því ég var svo hrædd að ég var að fá heilablæðingu aftur og þá var einmitt sagt við mig, þú ert að leita þér aðstoðar. Þú veist, þetta allt í hausnum að þér. Og ég bara svona, ég var næst í dáin, fyrir nokkrum mánuðin síðan, ég hrædd, ég vilja tjekka á þessu, bara þú ert að fara að leita þér aðstoðar, geðrænar aðstoðar. Við skulum bara segja beint út og alveg bara svona blöndli þakkláttur heilbrigðiskerfinu fyrir öllum sem er bjargið kann að meta mörg ykkar að gera eitthvað besta. Algjörlega. Cool. Það eru stórkostleg vandræðarninni og það eru pathológisk samfélagsleg hegðun og þetta sem þú ert að lýsa þarna týrannískt og fasískt vandamál. Að taka samfélagshóp, setja á hann einhverja greiningar sem þjóna þeim tilgangi að það sé hægt að útiloka allt sem hann segir til þess að búa til power dynamic þar sem hann kemur ekki til með að geta komist í lausn vandamála sinna form af ótrúlega útsmognu ofbeldi í
skjóli valdastöði og þetta praktisera nánast eins og verkferill og það er ekki þannig sem við viljum hafa samfélagin. Nei. En þú segir, þegar þú ert búin að segja með söguna þín að þú talar við fórum þarna, við gerum þetta. Hver var með þér? Andlega, líkamlega, hvað eru valdunum? Líkamlega, hver var með þér, hver var í hliðina þér? Mismunandi á hvaða tímapunktum. Haft gott fólk í kringu þig? Já, ég meina, þú veist, það er einhver guðleg forsjá sem að sér til þess að maður er ennþá hér og margir sem að bara bæði eru margir sem á að stoppa við stutt, þú veist, verða að hjálpa en bara berga lífum hans, þú veist, í 2 mánuði, þú veist, eða yfir einhvern ákveðin hjalla og sumir sem að hafa verið með allan tíman, þú veist, einu öðru leiti. Út á Indlandi, þú veist, þá var ég með aðstofamann sem að fylgdi mér, þú veist, á hverjum degi. Hef verið með aðstofamenn eða aðstofafólk til þess að letta undir daglegt líf svo ég geti haldið áfram að gera það sem ég þarf að gera til að halda þessu verkefni áfram. Og já, náttúrulega kærastan mín, þú veist, in a way sem ekki hægt að útskýra, náttúrulega búin að halda manni lifandi á þú veist, hátt sem ekki hægt að útskýra á fullt af fólki, sko. Eru þið búin að vera lengi saman? Já, þú veist, eiginlega kynnust bara þegar ég slasaður. Já. Og Hún er búin að vera hana með þér allan tíman bara? Já, hún er búin að þurfa að upplifa þetta ferðalag. Þetta er rosalegt verkefni, sko. Hver er staðan núna? Þú veist, hvernig þú getur labbað? Já, þú veist, ég náttúrulega þarf að halda svona með minn á mér í stað, þú veist, og raun og veru betur en ég er búin að vera að gera þessu viðtali því að ég þarf að vera með svona einbeitinguna eiginlega alveg á því eða að vera svona perfectly í stað, sko. Og það er bara sama, ég þarf að hreyfa mig þaðan, ég raun og veru halda miðmönnum á mér, bara svona eins og ég sé að nota líkamann sem spennitreyju eða eitthvað utanum áverkan svo hann opnist ekki og fari ekki sundur, sko. En ég get, þú veist, tekið skref upp stigan út í bíl en ég þarf bara að ráða lífið mínu mjög skipulagt upp og þannig að ég ráði við það, þú veist. Ég get ekki farið í gegnum heilan dag eins og venjulegt fólk, eitthvað svona stokkið til út í búð eða hoppa bara inn í styrtu þegar ég er í fíling eða svo bara kemur punktur að sem ég þarf bara að stoppa og leggjast niður og jafnvel marga daga hefur komið fyrir bara heilu vikurnar sem ég þarf bara að jafna mig, þú veist, að halda mér í stað, þú veist, að borða mikið af mat og drekka mikið af vökva og reyna að hreyfa með slítu og ég get bara til að taugakerfið og allt dótið komist aftur á jörðina, sko. Þannig að þetta er mjög svona trikki þannig, sko. Er liðbandið ennþá slitið? Það sem við gerum í fyrstu aðgerð er að þetta er svona stórt liðband sem gengur inn á milli og segjum þetta er mjaðmagrindin, þetta er spjaldhryggur og þetta eru hryggjarliðir og liðbandið festir þetta allt hreint saman og í fyrstu aðgerðinni að þá festum við mjaðmagrindina við neðstu hryggjarliði en spjaldhryggurinn er ennþá laus og svo komst þú að því inn í aðgerð að það er líka laust hinum megin. Þannig í raun og veru er mjaðmagrindin laus báðum megin frá og neðsti spjaldhryggur þetta er alltaf laust í raun og veru en það er komin aðeins meiri stuðningur. En næsta skref er að við þurfum að festa báða mjaðmakampana eins og þetta er kallað við spjaldhrygginn og neðstu hryggjarliðina í réttri stöðu og þá enda ég uppi í minni náttúrulegu skökkustöðu og þá þurfum við að snúa mér fótleggjónum vinstri fótlegg og hægri sköflung í rétta stöðu. Þá er ég komin í raun og veru út úr bæði stoðkerfiskallanum og áverkunum. Þannig að þetta er alveg svona frekar stór skref framundan og þegar þetta eru fast í stað að þá stendur von okkar til að þetta hérna muni gróa. En svo eftir það þá munum við færa okkur inn í það sem við í raun og veru höfum verið að gera er að við erum að reyna að gera bara eins vísindalega og hátæknilega og eins skaðlaust inngrip og eins skipulagt og hægt er við ótrúlega komplex stöðu. Því að þetta er svona
þú veist, þetta ekki easy vandamál að díla við, þú getur ekki lagt mig bara á magan og reynt að hafa lappirnar á mig beinar og baki á mig beint og bara skrúa þetta allt saman. Nei. Vegna þess að líkaminn á mér skakkur, þannig að læknirinn þarf og við þurfum að finna út úr því hvernig mín náttúrulega skakkastaða festa mig í henni eins og vel og hægt og hann að nota í dag svona teflonfræði og svo greddan liðbandið á milli og setur í að stóðfrumur í staðin fyrir að vera að negla saman eða fusion-aðgerðir sem að geta verið með bara svona catastrophic consequences ef það ganga ekki vel upp og jafnvel bara svona life quality killing pain restan af lífiðinu ef þetta virkar ekki og það ekki garanterað að það virki og þetta allt svona frekar flókið þannig að svona miða við standard meðferð þannig að hann með þessi litlu inngrip og hann notar hreyfanlegar festingar þú veist þannig að liðböndin eigi sens á að lagast aftur og þannig að ég geti raun og verið gróið og jafnvel komið út úr þessu bara fyllilega eðlilegur en ekki með varanlega föllun sko. Og það í raun og verið lengra ferli heldur en ef við myndum bara negla saman mjamagrindurnar og splæsa neðst hryggjarliði og svo hann skakki fætur og ég geti verið með frekar alvarlega og mikla föllun bara þú veist, og það riski líka sko því það ekki hægt að taka það tilbaka. Nei. Þannig að inngripin sem við erum að gera eru þannig að ef það gengur ekki upp þá hægt að breyta því. Þú veist, það minimally invasive aðferðir, ekki vera að skera sundur tauga og vöðva og allt rastlið þannig að hann að gera það allt mjög vel og við í raun og veru ákveðum bara að go for it, þú veist, að reyna að búa til. Þetta íslensku læknir? Nei, hann tyrkneskur, þessi, sem er með yfir umsjón með málinu mínu í dag. Okay. Þannig að þetta á réttileg og þú sér fram á að geta orðið nokkuð eðlilegur aftur bara? Samkvæmt blúprintinu og vísindalega þá ekkert því til fyrirstöðu. Okay. Það er bara spurningum hvort á okkur tekst að taka skrefin ákvað og hvort okkur tekst að fjármagna. Já. Hvernig hefur verið að fjármagna þetta hinga til? Sko, fyrstu aðgerðir og ferðalög ég fekk 500.000 króna styrk, vinir og fjölskylda hafa hjálpað, öll launin mín hafa farið í þetta. Ég hef gert svona sniðar hluti eins og búa á Indlandi fyrir 50.000 kall á mánuði og safna restina peningunum og nota í rannsóknir. Þú veist, og það hefur verið dýrt shit, þú veist, bara tíminn á einum spítala í Þýskalandi sem dæmi kostaði 300.000. Wow. Þú veist, bara að tala við lækninn og fá greiningu og hans hjálp, sko. Og eða 20-30.000 fyrir sérfræði tíma, bara einn tíma. Þú veist, þetta er búið að vera alveg alltaf ekki farið 25 milljónir úr eiginu vasa, þú veist, og fara 5 til 7 frá vinum og ættingum áður en að við fórum að sjá til lands. Já. Sjá einhverja lausn, já. En svo stofnuðum við þessa hugmynd að framlega vörur og selja þær til þess að eiga fyrir læknis meðferðinu minni og svo náttúrulega kom upp úr því að ef við getum gert það, gert einhverja flotta vörur, fallegt brand, sett peningin í góðgeramál, af hverju ekki halda því áfram eftir að við erum búin að klára málið mitt. Og þannig að það var svona ofist inn í það hugsjónir sem að ganga í raun og veru lengra heldur en ég. Og myndast svona teimi sem er kannski fært að gera það í framtíðinni eins og prófessor Núti og tengslinn okkar út á Indlandi og við alla þess að gauðra að jafnvel búa til meðferð fyrir sjúklinga sem að geta fengið einstaklingsbundna tæmandi vísindalega greiningu og klæðskerastniðina lausnir við þeirra stöðu og það er svona draumurinn að geta þjónusta þannig í kjölfarið af þessu sko. Hvar er hægt að kaupa vörurnar ykkar? Við erum bara í raun og veru að undirbúa lönns á því. Ok, og bara með heimasíðu? Já, ég vil bara ekki jump the gun. Ok. Við erum að klára að undirbúa og koma til í ferli og gera það skiplega. Já. Og ef einhver vill að þá sjálfsögður hægt að hafa samband við mig og kaupa bara vöru beint af mér. Ok. En við erum alltaf með uppi með heimasíðu en við erum svona aðeins að
að setja djúsin í þetta Já, og láta þetta virka og setja þetta inn í, þú veist, bara öll þessi venjulegu kerfi þannig að maður sé ekki eitthvað að skutla sér með einhverja vörur allar Reykjavík. einmitt. Og Það er bara spennandi að fá að fylgjast með og hérna þú lætur mig vita þegar þetta kemur fyrir loftið og ég gerir það. annars getur fólk sendt á þig. Já, fólk getur sendt á mig. Á Facebook eða? Já, á Facebook eða ég reynda mjög lítið á samfélagsmiðlum en ég svara á Messenger, Já, svona annars lagið, ok, þannig að það er hægt að hafa sambandið með þar ok. og já, Já, bara, ég segi bara gangið þér sem allra best með þetta og ég fæ að fylgjast með og hérna, takk fyrir að koma. já, takk fyrir mig.